Hvað er hugleiðsla? Hugleiðsla oft talin vera andleg, sem hún vissulega en hún ekki trúarleg. Og það margir sem hafa einhvers konar viðnám gagnvart hugleiðslu sem að telja það að þetta sé jafnvel hættulegt fyrirbrigði. En staðreyndin er svo að þetta er magnaðasta þjálfun sem getur. Það er ekkert eitt sem þið geti gert fyrir utan það að draga andan sem ég tala seinna á eftir, sem að getur stutt ykkur eins mikið í velsæld og á vegferð lífsins eins og það sem við kallum hugleiðslu. Ég ætla reyndar að kalla þetta öðru nafni, ég ætla að kalla þetta vitundar þjálfun. Það að þjálfa veru í vitund, það er það sem þetta gengur út á. Og við ætlum aðeins skoða hvað það þýðir að vera í vitund. Við eigum tvo möguleika, annars vegar athygli og hins vegar viðnám. Í athyglinni erum við opið hjarta og vakandi hugur og við getum valið viðbragð við öllum áskorunum sem að lífið færir okkur í fang, þar sem við kallum á streitu eða viðnám eða uppákomur eða hvað sem er. Hinn möguleikin er að vera í viðnámi, vera fastur í afstöðum og dómum og gagnrýni og geta ekki valið viðbragð, heldur bregðast stöðut við út frá því áreiti sem við teljum að sé árás á okkar tilvist. Þegar við erum í vitund, þegar við erum, þá höfum við val sem að gefur okkur möguleika á því að stjórna því hvernig við upplifum það sem okkur er fært í fang, það sem við löðum að okkur, það sem að kemur til okkar. Og vitundar þjálfun er í sjálfu sér þjálfun veru. Í hugleiðslunni að þá er það magnaðasta og merkilegasta að það að mæta, að gefa sér tíma til þess að sitja eða aðrar tegundir hugleiðslu sem ég kem til með að segja ykkur frá aðeins meira og eftir, að mæta í hugleiðsluna. Og við köllum það að mæta að vera máttug vera sem er mæt af því að hún stendur við það sem að hún segir og lofar. Ef við mætum ekki, þá er engin upplifun. Hugleiðslur eða vitundarþjálfun má segja að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Þegar við erum komin í vitund og þegar við höfum þjálfað okkur til að vera, að þá getum við beitt þessu valdi sem ég er að tala um. Valdið er hverju erum við að veita athygli á hverjum tíma. Og það er það sem skiptir máli. Þið heyrðu mig segja allt sem við veitum athygli vex og dafnar, en sannleikurinn er bæði einfaldari og flóknari heldur en það. Því ef þið veitið því athygli sem þið viljið ekki, þá er það valda því, viljandi eða óviljandi. Og þetta er það sem við þurfum að skilja í þessu samhengi. Hugleiðslan er tækifæri, vitundarþjálfunin er tækifæri til að koma inn í vitund, gagnvart sinni eigin tilvist og skoða það sem við kallum hugafærið. Forsendurnar, afstöðurnar, dómana, gagnrýnið, hugsanirnar sem að dynja á okkur í hugum okkar og mörg höfum við glímt við það sem við kallum þráhyggja eða hugsýki, þar sem straumur hugsana er svo mikill að við fáum ekki við neitt ráðið. Þetta kallum við stundum streitu og annað áreiti og við teljum þetta sé utanaðkomandi, en staðreyndin er einföld. Þetta er ekki utanaðkomandi. Lífið er, og svo er það við sem annaðhvort völdum athygli eða völdum viðnámi. Þetta er tækifærið. Og hugleiðsla í sjálfu sér er að vera í vitund og alveg sama hvað það er sem að kemur til okkar, hvort það er hávæði eða einhvers konar áreiti líkamlegt eða utanaðkomandi eða hvað sem það er, að þá að við getum valið hvað við gerum á því augnabliki, hvort við bregðumst við því eða hvort við veljum þetta viðbragð og þar leiðandi völdum við og veljum upplifunina, ráðum upplifunni. Þannig að þetta er hugleiðsla. Af hverju að hugleiða? Það eru margar ástæður fyrir því af hverju hugleiðum, sérstaklega orkan. Þegar við erum í viðnámi þá erum við að ströggla. Þegar við erum í athygli þá er rými og það er flæði og það er orka. Þá erum við að leyfa okkur að njóta og vera í vitund augnabliksins og njóta okkar. Og þá ætlum ég að nefna svolítið sem er stórmerkilegt í þessu samhengi. Oft er talað um núvitund og þetta er flækt, ekki endilega flækt, þetta er misskilið. Af því að þegar maður er í vitund og þegar maður er að veita athygli þá er maður til staðar. Maður er ekki fjarvera eða afstaða, heldur er maður í því sem við köllum núið. Og þá komum við einu sem að ég ætla að nefna snemma í þessu ferðalagi okkar, það er það.
að það er ekki hægt að vilja sig og vilja sig ekki á sama tíma. Til þess að geta verið í vitund þá þarf maður að taka ákvörðun að vilja vera í sinni tilvist, vilja vera eins og maður gerði sig, vilja valda sínu lífi. Og andstæða þess að vilja sig ekki, hafna sér, afneita, aðskilja. Og það er það sem við kallum fjarveru. Einfaldleikin í þessu liggur þannig að annarkvort erum við í tvíhyggju sem afstæður hugans, dómar og gagnrýni, vanmáttur og einhvers konar streita sem þá alltaf frekja viðnám gagnvart augnablikinu, eða við erum í vitund sem þá friður, athygli, vera, ást. Og þetta er ekki flókið. Í sjálfu sér þá erum við athygli alltaf, en svo koma hugsanirnar inn og lífið sem að við oft látum draga okkur á tálar. En leið, og við erum búin að taka ábyrgð á þessu, að vakna til vitundar og byrja að þjálfa vitundina, að þá erum við komin í allt aðrar forsendur og eigum allt aðrar möguleika til að takast á við það sem að lífið færir okkur hverju sinni. Og ég ætla að nefna afleiðingarnar af þessu. Það er talið stundum að það sé 4-5 sinnum meiri hvíld í góðri hugleiðslu heldur en svefni. Ekki það ég sé að gera lítið úr svefni. Allar bylgjur heilans stjórnast að því hvort við erum í vitund eða hvort við erum í fjarveru, hvort við erum í afstöðu, hvort við erum í athygli. Þannig að það sem við kallum alfa og beta og þeta bylgjur lærdóms og slökunar og sköpunar og hámarks árangurs, það er ráðast að því hvers konar hugarástandi eða vitundarástandi við erum. Líffræðilega þá eru gríðarlega margar ástæður til að hugleiða og ég ætla ekki að nefna það hérna að það er víða hægt að sækja þær upplýsingar, en það er endalaust hægt að telja ávinningin af því að hugleiða. Það sem ég ætla hins vegar að leggja mest áherslu á það er það að vera í vitund og geta notið augnabliksins, geta verið til staðar með fjölskyldu, vinum, í líkamanum, í starfi og það sem maður er, að geta veitt athygli viljandi, það er stóra tækifæri. Munurinn er fjarvera eða vera, hugsuðu ykkur möguleikana og leið og við erum, þá erum við komin í snertingu við tilveruna, umhverfið og allt lífið á allt forsendum heldur en þegar við erum fjarverandi og upptekin af hugsunum sem eru neikvæðar og jafnvel torveldar, þannig að manni líði illa undan sínu eigin hugar angri. Hugsið ykkur þetta, að vera annarkvort gíslar hugans í fjarveru, í jafnvel einelti gagnvart sinni eigin tilvist, með tilburði í eigin garð sem er ekki mannsæmandi, engu að síður að þá höfum mörg okkar valið að sparki okkur liggjandi í staðan fyrir að rétta okkur hönd og reisa okkur á fætur. Og þegar við erum föst í þessu hugarvíli sem margir eru, að þá er eina leiðin tilbaka inn í vitund, inn í veru, inn í hjartað. Já, þið heyrðu mig segja hjartað. Tvílægur hugur, afstöður, dómar, gagnrýni, ásakanir og skömm er allt huglægar forsendur. Einhvers konar hugmyndir hvað er og hvað er ekki, hvernig við eigum vera og hvað við eigum skilið og þar undir gott á. En hinleiðin er einlægt hjarta, heilindi og að vera heillandi vera sem er í návist sinni og getur þannig verið í nánd og verið í návist gagnvart öðrum á sama tíma. Þegar við erum, að þá erum við miðju okkar tilvistar og getum í sjálfu sér unnið í 360 gráður eða í hring. En þegar við erum fjarverandi þá er bara ein leið tilbaka í miðjuna, í vitund, í athygli. Það eru fleiri ástæður fyrir hugleiðslunni. Þegar maður er skýr, þegar maður veitir athygli, þá eru afleiðingar af þeirri orku því athyglin er ljós. Orkan, ástin sem að frá okkur lýsir, það er að segja það sem við gefum af okkur. Og þegar við getum beitt þessari athygli í vitund, að þá getum við sjálfu sér náðum margfalt meiri árangri. Ég ætla ekki að segja að athygli sé einblína eða að einbeita af því að það eru hugar áhrif þar. Athygli er vitund og vera þar sem það er engin afstæða, engin dómur, bara upplifun sem er ekki með áhengjur og það er þessar áhengjur sem að við þurfum að læra að láta frá okkur. Í sjálfu sér þýðir það að hugleiða að sleppa sér undan oki hugans, sleppa hann sér inn í vitund hjartans, inn í það sem við köllum núið. Og þetta er það sem ég kalla vitundar þjálfun.
Ekki tengja þetta við trúarbrögð eða jóga eða nokkuð skapaðan hlut. Að vísu þýðir jóga bara eining og það að vera í einingu þýðir að vera í einlægu hjarta en ekki tvílægu höfði. En það algjör ástæðuleysa að vera að blanda þessu við eitthvað annað. Þetta vitundarþjálfun og hefur ekkert með trúarbrögð að gera eða jóga eða aðrar iðkanir. Þetta bara verið að veita athygli og þjálfa athygli og vitund. Muniði það. Og það geta allir gert þetta. Í sjálfu sér þá erum við ljós og síðan höfum við þrengt að því. Það með hugsunum, afstöðum og dómum. Og eina sem við þurfum að gera á þessum tímapunkti að koma tilbaka inn í þetta ljós, inn í þessa vitund og vera. Ég hef aldrei kennt nokkrum manni neitt, en ég hef fengið það hlutverk að rifja upp þekkingu sem býr innra með okkur með mörgum, meðal hans ykkur sem að velja að hlusta á þetta. Og við vitum öll að friðurinn í hjartanum, þar sem það engar afstöður, en ekki huganum, þar sem stormur eða fljót. Oft huganum líkt við straumharða á, sem að ef þú ert að horfa á hana, þá ertu ekki í vatninu. Það geta verið óhreinindi, það geta verið grjót og það geta verið mikið fljót og ef við horfum á það, veitum því athygli þá erum við ekki í vatninu. En ef við erum í ánni þá erum við í hættu og þannig það líka með hugsanir okkar að þegar við erum komin í hugarvíl að þá erum við komin í þetta fljót og straumurinn ber okkur frá okkur en ekki til okkar. Gríðarlega magna tækifæri. Næst ætla ég að tala eins tegundir af hugleiðslu. Þið getið setið og þá setið í sjálfu sér bara við þær aðstæður sem eru þægilegar fyrir ykkur hvert og eitt. Það getur verið með krosslaða fætur, það getur verið á stól. Ef þið sitið á stól þá ráðlegg ykkur að sitja ekki við baki þannig að hryggjarsúlan getur verið bein og drjúpa höfði öllítið þannig að hakan komi pínlítið niður og að sitja þannig að þið hvílið búkinn í setunni, hvort sem fótleggirnir eru krosslaðir eða á gólfi. Ef þeir eru á gólfi að þá gerum okkur farum að iljarnar snerti gólf og síðan situm við með höndur í kjöltu. Ég vel alltaf að sitja þannig að ég sé með hægri hönd í vinstri og þumlarnir sitja saman og þannig sit ég í kjöltu annarkvort á stól eða þá með krosslaða fætur. Þetta allt og sumt. Og þá koma tegundir hugleiðslunnar. Við getum verið að veita athygli hljóðunum sem í kringum okkur. Á þess að taka afstöðu, bara hlusta. Á þess að dæma, á þess að gera neitt við það. Og nú ætla ég að segja ykkur hvað mikilvægast í sambandi við hugleiðslunar eða þjálfunna, vitundarþjálfunna. Það að eins og sagði áðan að mæta, en númer 2 og kannski númer 1 líka, við skulum bara velta því fyrir okkur hvert fyrir sig, það að ef þið eruð að veita athygli og eruð að hugleiða, þjálfa vitund, að þá gleymum við okkur. Það koma hljóð, kemur áreiti, það koma hugsanir og hugsanir eins og skýjanhöðrar sem að fljóta framhjá og hugsanir hafa ekkert vægi eða gildi nema þið veitið þeim vægi eða gildi. Ekki neitt. Afstöður, dómar, gagnrýni, viðhorf, þetta skiptir engu máli nema þið gerið eitthvað við þetta eða látið þetta gera þessu ykkur meiningu. En ég og allir sem ég hef kynnst í hugleiðslu, við gleymum okkur annars slagið. En við yfirgefum okkur ekki. Þannig að þegar við gleymum okkur og tökum eftir því að við erum farin að hugsa eitthvað annað eða farin úr augnablikinu vitundinni, að þá fögnum við endurkominni á þess að hafna brottförinni. Og þetta stæðsta kúnstin sem að við getum í sjálfu sér þjálfað, að skamma okkur ekki fyrir að detta, heldur að hjálpa okkur á fætur og halda áfram. Öndunin eitt öflugasta og virkasta hugleiðsluafl sem til sennilega besta akkiði sem við höfum. Og öndunin þarf ekki að vera flókin þó að sé hægt að beita öndunar tækni, að þá aðalatriðið að fylgja öndunni. Og uppáhaldsöndunin mín í hugleiðslu það sem við kallum sjávarfallsöndun, þá þrengi ég aðeins að kokinu og anda. Þannig ég heyri öllítið í öndunni og ég að anda hægt og djúft ofan í kviðinn og þannig fylgi ég öndunni bæði inn og út. Ég get líka tengt við þetta hugsanir, það að segja ég get andað að mér þakklæti að því ég að þiggja lífafl og ljós og næringu
á sama tíma og ég anda frá mér örlæti að því ég göfga andan með innöndunni og síðan fráöndunni því ég er að gefa af mér aftur til tilverunar. Þetta er ein leiðin. Síðan eru öndunar tækniæfingar sem á beita og ég ætla nú ekki að flækja þetta mikið en ég ætla að segja ykkur frá öndun sem ég kalla físibelgurinn eða eldöndun og þá er maður að draga naflann inn að nafla og anda frá sér með því að draga naflann og tæma öndunna og síðan að sleppa þindinni þannig að við öndum ósjálfrátt tilbaka þannig að við erum í sjálfu sér bara að anda frá okkur en aðöndunin verður sjálfvirk. Þannig að öndunin er gríðarlega öflugt verkfæri. Líkamsvitund, annað sem að skiptir gríðarlega miklu máli og ég ætla nú að leiða ykkur í gegnum hugleiðslu því ég er búin aðeins að fræða ykkur betur þetta en til að byrja með það þá er líkamsvitundin gríðarlega mikilvægt verkfæri líka af því að ef við erum ekki holdi þá getum við ekki verið í vitund jarðarinnar. Það er að segja, ef við erum bara huglæg og fjarverandi þá erum við hvergi. En það að binda sig inn í holdi, mæta inn í sína tilvist, koma inn í upplifun og vera í líkamannum alveg eins og maður klæði sig í fatnað, að það getur verið gríðarlega öflug þjálfun líka að vera alltaf í vitund. Ég er ekki að tala um sjálfsmeðvitund, ég er ekki að tala um útlitslega, ég er að tala um að finna fyrir sína eigin tilvist, mæta til fulls inn í sinn holdgerfing, faratæki sálarinnar, mustur í sálarinnar. Atferlishugleiðingar, þar er annað tækifæri. Hafið þið farið í sturtu með ykkur? Já, þetta er sérkennileg spurning, en ég spyr skjólstæðinga mína að því hvort þeir hafið farið í sturtu með sér og margir segja og hvað við og segja auðvitað já, en svo þegar ég útskýri fyrir þeim að það sé eitt að vera í sturtu og vera að hugsa það sem er verkefni komandi daga eða eitthvað sem gerðist í gær, eða vera í vitund sturtunar og nýta vatni til að vökva sína tilvist, skynja hvernig einasta líkamshluta og nota sápu eða annað til að þrífa sig. Þannig að maður sé til fulls, alveg eins og í hugleiðslu þar sem maður er að veita athygli. Og þetta er hugleiðsla sem ég iðka okkur í einasta morgni og er grífurlega gjöful. Næringin. Eitt öflugasta verkfæri sem við höfum til hugleiðslu er næring. Og nú er ekki að tala um að borða, ég er ekki að tala um að éta, ég er að tala um að næra sig í vitund. Það að næra sig þýðir að færa sig nær sér, koma inn í sína birtingu, inn í sína tilvist og að skilja að öll næring verður holdið sem við búum í, mustrið sem hýsir okkur. Og þegar við förum að tyggja næringuna og næra með ásetningi af kostgæfni þetta ljós, þennan kærleik, þessa tilvist, þessa veru, þennan tilgang, þá breytist ýmislegt. Sennilega engin hugleiðsla eins öflug og ef þið viljið byrja bara á því að tyggja matinn ykkar í fullri vitund og blessa það sem þið eruð innbyrða og næra, að þá getur það verið nægilega mikil áskorun í upphafi. Eins og þið heyrið að þá er vitundarþjálfun ekki bundin því að sitja. Og ég ætla að nefna tvær æfingar í viðbót sem að geta nýst ykkur. Annars vegar að ganga í vitund, að vera í vitund kviðar og fylgja hverju einasta fótspori og nýta öndunna til þess að vinna með. Gríðarlega öflug, ganga er einn öflugasta líkans og heilsurætt sem völ er á og mjög magnað þegar maður hægir á öndunni, hægir á göngunni og fyrir að veita athygli öllu því sem er að gera sem maður er að upplifa þegar maður gengur. Bæði því sem maður sér og heyrir og upplifir við vakandi göngu. Og síðan er það uppvaskið. Og uppvaskið er í miklu uppáhaldi hjá mér. Þegar ég vaska upp, sem ég geri talsveit oft, að því ég er að nýta mér það sem þjálfun, að þá tek ég eftir vökvanum, vatninu, sápunni, leirtauginu, stálinu og skil leið að ég er að veita þjónustu bæði mér og mínu umhverfi, skil líka að þegar ég er að höndla leirtaug eða stál þá er ég líka að umgangast jörðina. Og þetta ger ég af eins mikilli virðingu og eins mikilli tilfinningu eins og ég mögulega á og er í þakklæti fyrir bæði þau verkfæri sem að mér eru veitt til að nærast af og svo líka næringuna sem að ég innbyrði og nota til að viðhalda minni tilvist, mínu tilgangi og minni birtingu.
Þannig eins og þið heyrið að þá vitundaræfing, vitundarþjálfun ekki bundin við það að sitja í lótusstellingu og lygna augunum upp. Engu að síður þá það öflug leið og ég geri mér farum það sjálfur þó svo að ég sé að nýta ýmsa aðra kosti til hugleiðslu að sitja líka. Þegar ég geri það að þá, eins og ég sagði áðan, þá sit ég sit með krosslaða fætur með hendur í kjöltu og síðan passa ég það að hryggurinn sé eins beinn og hægt en samt leið mjúkur og slakur þannig ég ekki að spenna neitt og ég leyfi hökunni aðeins að síga þannig ég finna að ég eins slakur í þyngdarlögmálinu eins og kostur Núna set ég tungubrótin upp í þak gómsins, ég lygni aftur augunum og horfi örlítið upp á við innanfrá en kem síðan með vitund og athygli í hjartastað. Gríðarlega öflug hugleiðsla að anda viljandi í vitund, auðvitað við að anda með lungunum en ég anda með lungunum og inn í hjarta mitt. Og þetta geri ég í nokkuð skipti, þannig ég elti andadráttinn í gegnum nefið þar sem ég finn hvernig súrefni snerti nasavængina og kemur ofan í brjósthólið gegnum hálsinu vissulega og inn í hjartað og leyfi mér að hugsa þakklæti á meðan. Þetta geri ég í nokkra mínútur til þess að verma þessa tengingu vitundar við hjartað af því að það sagt að sálin, að hjartað sé sæti sálarinnar og ljósið sem af okkur skín, kjarni ljósin sem að við höfum í okkur að bera og deila, sitji í hjartanu. Og við vitum öll að það búa tilfinningakerfin okkar og það að anda inn í vitund hjartans síður það að við erum að anda inn í vitingu, inn í vitund og inn í einingu, það er að segja heilindi. Og ég ætla aðeins að tala heilindi, orðið heilindi. Áðan sagði ég jóga sem þýðir eining. Heilindi heilsa, á meðan óheilindi vanheilsa. Þegar ég nefni athygli í hugleiðslu og þá ég að tala vitund, þegar ég nefni viðnám þá ég að tala fjarveru, skort á vitund, afstöður og dóma. Og þá erum við komin í það að hafna okkar eigin tilvist og okkar eigin birtingu. Það eru óheilindi. Og ef það til synd, að þá syndin að hafna sjálfum sér, að ræja sig, skamma sig, koma illa fram við sig og vera í einhvers konar einelti gagnvart sinni eigin tilvist og birtingu. Þegar maður með minnumáttarkennd þá maður að horfa niður á sig. Ég ekki að gera lítið úr þessu. Ég veit að samfélagið okkar hefur búið svona þessa hluti og við erum öll að taka þátt í þessari orðræðu og þessu viðhorfi og þessari hegðun gagnvart okkur. En við megum vakna til vitundar og stíga upp úr orskustóni, stíga inn í ljós og vitund og byrja að vilja okkur umbúðalaust, elska okkur. Það það sem við megum. Og það það sem að vitundarþjálfun gengur út á. Talandi að vilja sig, að þá gengur öll hugleiðsla út á það að sleppa. Sleppa sér undan oki hugans. Sleppa sér úr hremmingunum sem að hugarangri getur skapað í okkar tilvist. Og það bara ein leið til að sleppa. Það að fyrirgefa sjálfum sér umbúðalust. Já, fyrirgefa sjálfum sér umbúðalust. Ekki öðrum. Aðrir verða að fyrirgefa sér eða þeir vilja það, en við getum fyrirgefið okkur, við getum látið af ofbeldinu í eigin garð, hremmingunum og dómunum og ásökunum í okkar eigin garð. Við getum farið að sinna okkur af kostgæfni og sinna okkur eins og við séum mikilvægasta manneskjan í okkar tilvist, þannig að við getum síðan gefið af okkur það sem við erum tilbúin til að veita okkur. Leið og við erum tilbúin til að fyrirgefa okkur. Þá verðum við fullorðin og heil og getum borið heilan ávöxt. Þá getum við deilt okkur öðru heldur en afgöngum fortíðarinnar þar sem eftirsjá iðrun búa. Fyrirgefningin að láta frá sér eftirsjá iðrun og endurheimta orkuna sem við höfum verið að nýta í viðnám og vanmátt sem við síðan þurfum að þræta fyrir og síðan lifa inn í til þess að sanna að við höfum rétt fyrir okkur. Þannig að vitundarþjálfunin hún gengur út á þetta, að byrja að skilja að við erum mörg hver fjötruð af hugsunum og sögum
sem eiga ekkert skylt við veruleikan í dag og við getum með því að vakna til vitundar valið að taka fulla ábyrgð á því hvernig við hugsum, hvernig við nærum okkur, hvernig við hvílum okkur, hvernig við þjálfum vitund og veru og almennt hvernig við hljúum að þessu ljósi sem að við höfum til umráða. Og ljósið meira heldur en bara það sem á okkur skín. Ljósið líka ónæmiskerfið okkar, útgeislunin okkar sem að sumir nefna áru. Og við könnumst við þetta, við könnumst við fólk sem hefur góða nærveru og mikla útgeislun á sama tíma og við könnumst við líka við fólk sem hefur litla útgeislun og ekki góða nærveru. Þetta það sem að við stöndum frammi fyrir, að stíga inn í fulla ábyrgð gagnvart þessari birtingu, þessu ljósi og ákveða að kveikja ljósið. Áðan var ég að tala öndunina í tengslum við hugleiðsluna, en það vert að geta þess að öndunin líka verkfæri vitundar, þannig að við getum blásið í glæður okkar tilvistar og þeir sem í vitund andans að þeir ráða því hvort þeir hægja á sinni birtingu eða hvort þeir örfana. Alveg eins og við stígum á bensínpedal í bíl að þá getum við aukið hraðan eða hægt á. Þannig að það til mikils að vinna að vera í vitund. Og svo við tökum þetta aðeins lengra að þá valfær maður manneskja í vitund, óvalfær maður manneskja í fjarveru. Og við köllum þetta stundum getu eða getuleysi, en við getum líka að kalla þetta ábyrgð og ábyrgðarleysi. Þannig að við séum ekki tilbúin til þess að stíga inn í valdið sem okkur gefið sem frjáls vilji. Öll vitundræfing gengur út á þetta, að koma inn í vitund og vitnesku hjartans það afl sem í okkur býr og við stígum inn í það hlutverk að vera kraftaverk, ofurverur í okkar tilvist fyrst og síðan getum við látið gott af okkur leiða út frá því hugafari og hjartalægi. Þetta ástæðurnar fyrir hugleiðslunni. Og við ætlum aðeins að taka smá hugleiðslu saman, bara svona til að fá sterkari upplifun gagnvart þessu. Ég býð ykkur bara hreinlega að koma ykkur fyrir, setjast. Og þegar þið eru sest, að sitja þannig að hryggurinn sé beinn, hakan aðeins niður á við, bara létt. Og þið megið beina tungubrótunum upp í þak gómsins bara til að byrja að leika ykkur með það. Stundum það smá áraun en svo venst það mjög hratt. En þegar ég beini tungubrótunum upp í þak gómsins þá ég að tengja vitund hjartans við það sem við kallum þriðja augað sem einlæg ásýnd. Þegar við erum komin í innsæið okkar þá erum við að sjá með hjartanu en ekki með huganum. Og nú hægjum við aðeins á öndunni, komum inn í vitund andadráttarins. Og ég býð til smá samdrátt í kokinu. Og nú heyri ég þegar ég anda að mér, innan í hálsinum og höfðinu og ég heyri líka þegar ég anda frá mér. Og öndun hæg. Ég að ligna augunum aðeins upp á við upp í þriðja augað og tungubróturinn upp í þak gómsins. Nú byrja ég á því að taka eftir í hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Finna fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Og við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð. Og við njótum og þiggjum, finnum fyrir djúpri kyrrð. Og við skynjum og skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum jörð. Móðirin, orka. Fylgjumst með öndunni, skynjum hvað við erum að upplifa í holdinu og forðumst að fara að hugsa þetta heldur förum alltaf beint í athyglina eða öndunina til að kjarna okkur. Veitum athyglin í athygli. Athyglin sem óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Og við veitum athygli hugsunum okkar og skoðun.
Skiljum að hugsanir okkur og skoðanir eða viðhorfið afstöður hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það. Og þegar við vitum að við erum ekki þessar hugsanir eða skoðanir, þá höfum við vaknað til vitundar það að við erum sál, við erum orka, ljós, kærleikur og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar, líkt og sólin sem nærir bæði fegustu blóm ásamt illgresi. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Við veitum athygli ásetningi okkar, markmiðum og tilgangi. Hver er ásetningurinn? Hver eru markmiðin? Og hver er tilgangurinn? Markmiðin eru mælanleg, þau gerast í augnablikinu þegar þau eru tengd tilgangi og tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar, forsenda, innblástus og ástríðu. Ástríðu sem verður ljós sínar sem er umgjörð þessara markmiða, sem að við lifum síðan augnablik fyrir augnablik, núna en ekki þegar og þá. Við megum sjá fyrir okkur, við megum framkalla hugmyndir, ímyndir og fylgja þeim eftir með ástríðu, en við megum ekki vera með áhengjur, heldur treystu við tilverunni til að framkalla þessar sýnir. Við veitum athygli andardrættinu, veitum því eftirtekt þegar súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Öndum að okkur þakklæti, frá okkur örlæti, heyrum og finnum, skynjum streymi súrefnis sem er andi, sem er orka, sem er lífafl. Við skiljum að umfang öndunar er umfang lífsins og með því að anda djúpt ofan í kviðarholið erum við að efla starfsemi sogaðakerfisins sem er holræsakerfi líkamanns og þannig losum við okkur við úrgangsefni. Við minnum okkur á að það eru 24.000 tækifæri að meðaltali til að draga andan viljandi í vitund og að það að vera í vitund andans er að vera vakandi vera. Og við skynjum áhrifin, finnum hvernig andinn nærir okkur. Og síðan fyrir við líkamsvitundræfingu, við kallum þetta könnun eða yfirferð. Við skiljum það að vitund, athygli vera er þar sem athyglin er á hverjum tíma. Þegar ég kem með athyglina inn í mjöðmina hægra megin, að þá er vitundin þar. Og nú ætlum ég að fara í gegnum líkamann án þess að taka afstöður eða reyna að breyta ykkur. Við ætlum að leiða athyglina þannig að þið geti fyllt. Og við kallum þetta líkamsvitundarþjálfun. Ekkert mikilvægara heldur en að vera í holdi. Ef þið ætlið að vera í ájörðinni til fulls og byrt ykkur í krafti, þá þurfum við að mæta í holdið og nýta það á sem bestan hátt. Holdið er jarðvegur okkar tilvistar. Það er uppskeran, ávinningurinn sem við getum notið. Þetta er okkar líkami, okkar musteri og við byrjum fulla ábyrgð á því hvernig þetta fyrirtæki er rekið. Og með því að mæta til fulls í vitund holdsins, þá byrjum við að skilja og skynja okkar tilvist á allt öðrum forsendum. Það talaði að líkaminn sé stærsta bók þekkingar sem við höfum aðgang að og líkamsvitundarþjálfun er gríðarlega merkilegt og öflugt verkfæri. Byrjum á hægri rassvöðva. Flytjum athyglina niður aftan á liggjandi lærvöðva, gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, yl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjórhöfða og mjöðm. Veitum athygli í fótleggjónum, hægri fótlegg sem er í vitund og vinstri sem er að vakna. Finnum munin. Flytjum athyglinni yfir í vinstri mjöðm, rassvöðva,
aftanáliggjandi lærvöðva, í gegnum hné, kálfa, ökla, hæl, íl, tærnar, ristina, sköflung, hné, fjór höfða og mjöðm. Tökum eftir báðum fótleggjum, hvernig að fæturnar iljarnar snerta jörðina. Finnum streymið móðurnar koma upp iljarnar, streyma upp fótleggina og inn í mjaðmir. Leifum þessari vitund og orku að flæða upp hryggjarvöðvana, inn í miðbak, efra bak og alla leið upp í herðar. Komum niður hægri axlarvöðvan, í axlarkrónuna, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan, skynjum hægri handlegginn í heild sinni, finnum fyrir vitund og veru í holdinu, flytjum athyglina yfir í vinstri öxl, axlarkrónu, þríhöfða, olnboga, framhandlegg, úlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlarkrónu og axlarvöðvan, hálsvöðvana aftanverða og nú skynjum við vinstri handlegginn í heild sinni og hægri, skynjum búkinn, brjósthólið, leifum orkunni að flæða upp hálsvöðvana aftanverða og upp í hnakkan, hvirfil, enni, andlit. Stöldum við í andlitinu og finnum hvort að kjálkarnir eru mjúkir, slakir og leifum okkur að sleppa öllu holdi. Leifum athyglin núna að flæða frjálst og ef við finnum fyrir viðnámi einhvers staðar að veita viðnáminu athygli en ekki viðnám. Öll tregða, allt viðnám í holdinu er opinberun og afstöðu og ef við veitum því viðnám þá viðhöldum við því. Ef við veitum því athygli þá erum við að búa til rými. Og það er mikilvægt að muna að líkami ykkar opinberar afstöðunar. Það er gott að muna líka að sársauki er óumflýjanlegur í lífinu. En þjáningin er val að veita sársaukanum viðnám í staðinn fyrir að veita honum athygli og fagna skilaboðunum. Og nú komum við með athyglina niður hálsinn framaverðan, inn í brjósthólið, inn í rými hjartans og lungnana, sæti sálarinnar og við finnum að við höfum sett okkur í frið. Ekki bara látið okkur í friði, heldur hreinlega sett okkur í frið. Við ráðum því hvort að áin er straumhörð og gruggug eða hvort að áin er lygn og tær. Okkar hugsanir og okkar hjarta er tær straumur, tær orka, bjart ljós, á meðan að skugginn býr í höfðinu. Flytjum okkur í hjartað og þar erum við, einlægar, heillandi, heilandi verur. Njótum. Og í þessari vitund gefum okkur nokkur andartök. Hugsum umhverfið okkar og fjölskyldu. Skynjum þakklæti sem að við upplifum í hjartanu.
leið og við munum að þakklætið er tengingin við orkuna. Þegar maður er þakklátt vera þá er maður að leyfa orku, ljósi og gjöfum tilverunar að streyma til okkar. Leyfum okkur að sitja aðeins í opnu hjarta, anda inn í þakklætið og þiggja ávinningin af þessari vitundarþjálfun. Þessu tækifæri sem við höfum veitt okkur saman til þess að virkja og styrkja ljósið í okkur. Hjartans þakkir fyrir samveruna. Ég treysti því að þið hafið notið ykkar á þessari fallegu stund og þið getið alltaf notað þetta aftur og aftur. Leyft ykkur, þetta er það sem við kallum leit hugleiðsla og hjartans þakkir einu sinni enn. Gefið ykkur smá tíma til að ná áttum á að þið standið upp eða rísið upp. Náið ykkur. Takk fyrir í dag.